Það Sigurður Haraldsson og ég kjötiðnaðarmeistari og er með kjötvinnslu og búð og legg númer 1 áherslu á að vera með íslenskt hráefni. Við erum með mjög gott hráefni. Nei, það kemur ekkert innflutt hérna inn fyrir þig. Lendi í að vera 1,5 mánuðum daginn nautakjötslaus og ég vil frekar eiga það ekki til heldur en að þurfa að taka innflutt. Og ég hætti bara ef að ég lendi því að þurfa að taka innflutt. Sko, við erum með úrvals hráefni. Sauðféð okkar er villibráð. Mér finnst númer 1, sko, við verðum að halda utan bændurnar okkar. Við getum ekki látið bændur þurfa að vinna aukavinnu til að geta verið í búskap. Við erum með toppvöru og toppvara, hún kostar peninga og við verðum bara að horfast í augu við það. Það finnst mér vera málið. Áherslan hjá mér er að vera með hreina vöru. Ég reyna að taka út öllu aukaefni. Það sem ég þarf að nota rótaðarefni, þá er ég með fullt af vöru sem er ekki með rótaðarefnum. Selða frosið og öryggisins vegna. Þar sem ég er með rótaðan er ég með helming eða 1/3 af rótaðarefni sem er leyfilegt. Ég er endalaust að reyna að búa til eitthvað nýtt. Það er bara það skemmtilegt sem ég gerir. Og ég vil bara vita hvaðan kjötið mitt kemur og úr hvernig umhverfi. Og það er alveg sama hvaða kjöt það er, kjúklingur, svín eða hvað. Það er bara mitt motto. Og að fólk geti komið hérna í búðina til mín og það veit það að það er að kaupa íslenskt kjöt og íslenska framleiðslu. Þetta er bara öryggisatriði. Fólk þarf ekkert að velkjast í vafanum með það hvort að það er innan eitthvað innflutt eða eitthvað svoleiðis. Það er bara ekki inn í myndinni. Það kom nú best í ljós með nautakjötið daginn. Þegar fólk kom og ætlaði að kaupa nautakjöt og okkur er ekki til nautakjöt og ég sagði, það er bara því að ég hef ekki aðgang að íslensku nautakjöti núna. Og fólk var bara fínt, gott og það kann að meta þetta. Kann að meta það séu heilindi á bakveðu sem sagt er. Nei, það er betra að eiga það ekki til. Það er betra að geta bara staðið við það sem maður segir. Og eins og ég segi, bara mín áhersla á það, við verðum að passa bændurnar okkar. Við verðum að passa það að við getum haft aðgang að kjöti og góðri vöru, íslenskri vöru, af því að sko, við skiptum engu máli, margt segja, við skiptum engu máli í stóra samhengi, einhver lítil eyja hérna úti í hafi. Við erum ekki númer 1 þegar kemur að því. Ég vil komast að því í sambandi við ýmislegt gritt og svoleiðis, í sambandi við þessa skógabruna og það sem hefur verið, sumir hlutir er erfitt að fá og þá erum við afgangur hérna á Íslandi. Við erum ekki númer 1. Sko, ég byrjaði með vinnsluna mína 2004. Það er svona ekki fyrir 2007 að fólk er farið að átta sig á því. Ég er búinn að vera að framleiða svona bara hreina vöru og gamaldags uppskriftir og sækja uppskriftir út allt. Að það var ekki fyrir svona 2004 að fólk fer að taka við sér og pæli hvað það er að borða. Og síðan er þetta bara búið að vera upp á við. Ég opna búðina hérna hinum megin við götuna 2011. Svo færum við okkur yfir hérna götuna í fyrra og erum að stækka og bæta við vörum, svona hægt og rólega. Og viðtökurnar eru mjög góðar. Sko, það er mjög mikil breyting í sambandi við neyslu, í sambandi við kjöt. Bara fólk er bara að hugsa hvað það er að borða. Það er endalaust að færast í auka. Og fólk á að gera það. Fólk á að vera meðvitað hvað það er að kaupa og hvað það er að borða. Nei, eins og ég segi bara þetta, það er bara aðaláherslan er bara íslensku landbúnaður, bara hann er númer 1. Hann er bara númer 1. Já, þetta eru í mínum augum algjöra hetjur. Algjöra hetjur. Að standa í þessu mótbyr ár eftir ár, að fá ekki fyrir vöruna það sem þau þurfa að fá og vera að vinna aukavinnu til þess að
geta framleitt, það í mínum augum, þetta eru algjörar hetjur og eiga allan heiður skilið.